Velkomin í Hvort myndir frekar. Í dag ætlum við að takast á við eina stærstu og mest umdeildustu lífsákvörðun sem að fólk tekur eða tekur ekki. Hvort myndir frekar, eignast börn eða eignast ekki börn. Með mér eru tvær konur sem að standa hvor sínu megin við þessa ákvörðun. Annars vegar er ég með Maríu Piano sem er 3 barna móðir og hefur upplifað móðurhlutverkið í allri sinni dýpt og flækjustig. Agnes Emma er leikkona og leikstjóri sem hefur ákveðið að eignast ekki börn. Ekki seinna, ekki kannski, heldur aldrei. Í dag ætlum við ekki að sannfæra, við ætlum að skilja og kannski komast að því hvort myndirðu frekar. Sælar dömur. Hæ. Halló. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Sömuleiðis. Herru, þetta er hjúts spurning og hjúts pæling sem að þið báðar talið frekar mikið inn á ykkar samfélagsmiðlum og eru báðar virkar inn á samfélagsmiðlum. Kannski þið kynnið ykkur bara svona í stuttu máli svo ég sé ekki að kynna ykkur eitthvað. Bara ef við byrjum að þér, Agnes, þú veist, hvernig myndirðu kynna þig? Já, ég heiti Agnes og er að starfa núna sem leikkona og leikstjóri að mestuleyti, er líka í námi. Þannig að ég er bara svona svolítið einyrki. Þannig að ég bara er í einhverjum random sidequest missionum. Það er eiginlega bara my life. Þú hvað það læra? Ég er á Bifröst í skapandi greinum. Ok, Þannig spennandi. að ég er í akademísku námi. Það er hræðilegt sem listamaður. Hvað er hræðilegt, sko? Nei, þetta er bara mjög skemmtilegt nám. En akademían er ekki fyrir mig. Ég hef alltaf vitað það svo sem líka. Þannig að já, það er bara svolítið það sem ég er að gera. Bínir mig bara ekki einhver klassist listar dæmi líka, sko. Þannig að já, ég er eiginlega bara stereotypa, sko. Og María? Ég heiti María Líf og ég er 24 ára og ég á 3 börn en ég á líka 1 bónusbarn, þannig að ég á næstu í 4. Og ég er ekki í neinu námi, ég er bara búin að vera fæðingarorlofi núna síðan 2022 og er bara spennt að byrja að vinna einhvers staðar, ég veit ekki hvar. Þannig að já, Óvissan. ég er bara í mömmupakkanum núna. Ok, við ætlum að byrja, þetta er svona nokkra liðaþáttur og við byrjum bara á þessum bara klassískum spurningum, fyrir að gera einfalt. Og ég ætla að byrja á þér. Og þetta er svona, þú mátt alltaf skjóta inn í og með þína pælingar, en þetta er bara svona, já, byrjum á hlið A. Hvenær vissur þú vildir eignast börn? Ég vissi bara alltaf. Ég veit ekki, þetta var bara hvað alltaf verið þegar þú stór var mamma. Og ég vissi alltaf, ég var alltaf í mömmu og þannig þetta var ekkert eitthvað spurning, er ég að fara eignast börn? Ég var bara að fara eignast börn. Þannig já, ég fekk ekkert eitthvað svona moment, sko. Ég held sér alveg mjög margir þannig. Og hefur einhvern tímann, þú veist, fengið einhver svona spurningu eitthvað svona, myndirðu slappa því? Eða þú veist, eða var þetta bara, var einhver í kringu þér að ögra þér eitthvað? Nei. Og það var aldrei neitt, þú veist eins og þegar ég var ólétt, ég var aldrei að hugsa hvort ég ætti að fara í fóstureyðingu neitt, þannig þetta var bara væntanlega, þú veist, þetta var aldrei neina spurninga eða neitt, eða fólk í kringum eða neitt svoleiðis. Og ég hef líka alltaf verið bara í kringum fólk sem að vill eignast börn. Þannig að það er svona ekki norm hjá mér, en þú veist, bara flestir eru þannig í kringum mig. Þannig mér fannst þetta bara einhvern veginn eiga að gerast. Ég veit ekki. Mér nokkast stans að varpa þessu yfir þig. Hvenær vissir þú að þú vildir ekki eignast börn? Sko, ég var einmitt ekki krakkin í mömmu, sko. Ég mann eftir því, ég var ekki þar. En ég manst þetta ekkert eftir því sem barn að ég var eitthvað, ég ætla ekki að eignast börn. Það var ekki svoleiðis þegar ég var krakki, sko. En það var eiginlega bara, ég held að hafa verið í menntaskóla eða eitthvað sem ég vissi bara, ég var ekki að fara í þennan pakka. Og ég man eftir einhverju rifrildi við einhvern þetta, þar sem að það var, þetta var vist eitthvað voða, kom mikið á óvart, sko, að ég ætlaði ekki að gera þetta. Og þá var ég eiginlega bara alveg viss. Það er bara, ég veit ég ætla ekki að gera þetta. Og já, það er samt alveg, þú veist, fullt, allir eiga börnin kringum mig, þannig séð, sko. En já, ég held að hafa verið líklegast bara á þessum menntaskóla árum þegar maður var að eignast kærasta og eitthvað svoleiðis. Þetta fór misvel í suma kærasta, sko.
Þannig að þetta var svona, en ég hef alltaf verið mjög opin með það sko, frá því ég var í einhverjum romantískum samböndum með einhverjum sko. Gott. Já, ég tók það alveg mjög skýrt fram við núverandi kærasta minn út frá bara eitthvað svona rifrildum sem ég átti við einhverja fyrrandi kalla sko. Að þá tók ég alveg, ég var bara þegar ég var að deyta, ég var bara að deyta eitt bara by the way. Ég ætla ekki eignast börn, það mun ekki breytast undir einum kringumstæðum, af því maður er alltaf heyrt skilurðu, það breytist. þegar þú hittir rétta skilurðu þá mun það breytast og ég var eitthvað svona já, það gæti alveg verið sko, en svo kynnist ég mínum núverandi og bara mjög opið með þetta og við erum mjög heppilega, auðvitað, erum sammála og ég held að þess vegna séum við ennþá saman sko, því að, já. Það er líka mjög margir, já þegar þú ert búin að kaupa íbúð eða þegar þú ert orðin 30 eða eitthvað Einmitt. og þá ertu bara nei, ég er ekki frækast eða veist, fattaru, þú veist það bara þannig að En hérna, er móðurhlutverkið eins og þú ímyndaði þér og allt sem þú ímyndaði þér? Já, ég veit ekki einu svona hvað ég að segja því ég er náttúrulega í bara rosalega erfiðum pakka núna sem að ekki bara mjög fáir eru í að vera með svona mörg lítil börn þannig að ég ætla alveg að segja ég er ekkert að njóta bara 150% núna en samt alveg inn á milli en ég veit að eftir nokkur ár þá mun það vera allt sem ég vill og þetta er alveg allt sem ég vill stundum en stundum er þetta líka allt sem ég vill ekki af því þau eru svo lítil þú veist, þannig að ég get ekki alveg svarað þessu 100% af því að þetta er svakalegur pakki akkur núna Hvað eru þau lítil? 3 ára og einn sem er alveg verið 2 ára og einn 5 ára og svo er stjúp svona minn 8 ára Agnes er sko með augun bara spæst lífið mitt er bara börn Ég er svitna efrivörnum við þetta sko Holy shit Ég bara, við þú veist, þurfum passion og við þurfum að finna 2 staði að því við erum mörg og lítil, þú veist, það er svo fáir sem geta verið með öll þú veist, ekki það að þessi óþekka, þetta er ekki það þetta er bara, þú veist, ógeðslega mikið þannig að En hvernig er þetta svona, að því að nú er ég maka og hérna, við tölum alveg börn og ég tölum vera alveg hinskilin vildi aldrei börn og þannig að mjög fyndið einmitt svona, þetta er svona voðalega eitthvað típist en hérna hvernig er þetta, þú veist, að því við tölum ótrúlega mikið bara svona hvernig myndum við vilja ala þau upp og hvernig myndum við, þú veist, haga hlutunum og hvernig viljum við, þú veist, viljum við gera svona, þú veist, eitthvað svona voru þið búin að ræða þetta, því minna, hvað voru þið búin að lengi saman til eignast fyrsta barnið ykkar? Ár, voru þið búin að ár þegar ég var ólétt þú veist, þannig að 1,5 þegar hún fæðist voru þið búin að eiga þessi samtöl og ef svo er, þú veist, hvernig voru samtölin ykkar? Já, við vorum búin að eiga þau en svo náttúrulega vorum við líka alveg upp son hans leið við byrjum saman sem var hvað gamall ekki? Hvað maður 3,5 árs þegar við kynnumst þannig að þá vorum við strax sammála þú veist, eitthvað svona, já, ok, við ætlum að breyta þessu og eitthvað svona þannig að við vorum strax bara sammála og sem bara mjög næs, af því það er ekkert allir sammála með uppeldi alls ekki Nei, alls ekki. Þú hefði tekið eftir því væntanlega búin að vera að posta rosa svona augrandi hérna, hvað segja, augrandi vídeón bara upp að síkastíð Fólk elskar að segja hvernig það myndi ekki gera hlutina sko. Nei, sko, mæðratips þið náttúrulega, ég býst við að þessu ekki að inn á ég ætla ekki einu svona að byrja sko, þetta er bara ég vaknaði í gær með 3 skilabóð frá vinkonum mínum er allt í lagi, ég var að sjá hennar meðratips og ég bara, oh my god af því að þú veist að segja óvinsalega skoðanir fyrir ykkur sem er ekki að fylgja Maríu en á TikTok þá var hann að segja komið með hversu margar kontroversial svona leiðir sem ég kýsa alveg upp bönni mín einmitt og hérna ég sá það bara strax, ég kíkti í kommentin ég sá bara strax að það var bara hrönuðu svoleiðis inn komment og skilabóðin til mín bara já, bara galið og náttúrulega meðratips er ennþá verra sko það er anonymous eða ekki? Jú, það er allt anonymous eða flesta af þessu og ég rétt svo náða að kíkja áður en admin eitt þessu af því það var svo ljót komment sko. Oh my god bara að þú var hræðileg móðir eða eitthvað svoleiðis já, bara hérna, ég myndi ekki vilja vera barnið hennar og bara hún hugsar ekki næringu barnana og hún lifi bara grenja og þú veist bara já, alls hvernar en
myndirðu segja, þú veist, að þegar þið síðan eignist þessi börn, ég meina, þið eignist þau trekk í trekk og það. Já, 2003, 2004 og 2005. Einmitt. Myndirðu segja... Agnes bara... Ég er svo sjokki, sko. En það er, ég samt skil líka það konsept, sko. Af því að ef ég hugsa þetta, ef ég myndi gera þetta, skilur við, Já. þá skil ég mjög mikið konseptið að taka þetta allt bara í trekk, skilur Ég vil bara klára. Einmitt, í staðins að vera bara búin með að vestan og veit ekki hvernig það er, skilur Já, við. já, jú. Að fara ekki að byrja aftur að byrja Ég nenni neitt, því ekki skilurðu. neitt, sko. Nei, ég skil Ég það. nenni ekki að vera búin með bleiur og þurfa að byrja aftur í bleium. Einmitt. Ok, ég tengi nefnilega ekki við Nightmare. þetta. Nei. Af því, ok, ég veit náttúrulega Já. ekki hvernig þetta er, þannig ég ætla ekki að segja neitt, þú veist, kannski síðan eignast maður barn og þá maður bara, guð mig góður, ég verða Já. hendi í næsta bara að klára þetta. Já. En ég ímyndaði mér einhvern veginn að það væri meira næs að klára svona erfiðast og fá sér smá pásu og fara Já. síðan aftur í pakkan. Það eru kostir og gallar, sko. Já, auðvitað. En það er náttúrulega líka mjög næs að eiga börn sem eru svona nálægt í aldri. Ég þarf ekki að kaupa neitt út. Ég þarf ekki að kaupa neitt af því að allt sem ég nota núna er bæði í tísku ef maður vill nota það Já. og líka ekkert skemmist á milli eða þú veist, ég get nota alltaf sama þannig það er líka næs. Ok, ég náttúrulega kaupi öll mín föt og allt út second hand, sko, þannig að ég myndi ég örugglega gerir ekki pæla í þessu. sumt en ég er Já. líka rosa mikið þessi klassíska svona sem kaupi allt nýtt og þú veist, en ég fer alveg líka í barnaloppuna og eitthvað svona en já. Já, en hérna, hvað myndir segja, þú veist, hvað tapa maður á því að eignast barn? Frítíma og sjálfstæði eða svona ekki sjálfstæði heldur svona að vera, þú veist, ef ég væri núna bara heima og mér langar ógeðslega mikið að vera hagköp með kærastanum mínum eða unnusta núna Til að hafa ekki með það, bæði. takk fyrir, þá get ég það ekki að því ég þarf að fá pössun fyrir krakkana að þau eru heima svoandi þú veist, þannig að það er svona það sem ég sakna mest Ok, að bara vera á random föstudegi bara, ég var að fara til London á morgun eða eitthvað svona random bara ef að fara til Akureyrar bara í viku þá bara nei, við þurfum íbúð við getum ekki fara bara í eitthvað herbyggi eða í eitt tjald, þú veist, þetta er miklu meira plan í allt þú veist, ég kemst ekki bara í hvaða bíl sem er, ég get ekki farið til útlanda í 5-manna bíl, ég þarf 7-manna bíl að því við erum með 4 börn þú veist, þetta er þannig ok, ég ætla að varpa þessi sömu spurningu á þig af því ég held að manneskja sem er búin að ákveða að eignast aldrei börn sé búin að pæla mest í því hvað maður missir. Já, ég er nefnilega, minn póll er svo allt annar, skilur. Mér finnst börn mjög næs, skilur. Ég er samt ekki mikil barnamannskja. Eiginlega ekki neinu. Ég er mjög gaman að úlingum og kenni úlingum mjög mikið. Mér finnst úlingar. Ég hata úlingar. Ég hata. Þeir eru ég gerði scary myndband dudes, sko. daginn og sagði hvað ég væri hrædd við unga stráka. Já. Talandi mæðratips, my biggest haters eru 13, 14, 15 ára strákar, sko. Já. Þeir alveg koma með öll vopn og hendi, sko. Ég er bara hrædd, sko. En það er hægt að, nú ætla ekki að segja ég sé að móta úlinga á einhvern sérstakann hátt, en leirinn er freka mjúkur þannig að maður getur svolítið smá stungið, því að núna er ég mikil feministi, skilur, og mikil svona, fyrir alls konar bara, ferveldis konsepti, skilur, það er svolítið þægilegt að geta móta leirinn stundum, sko, og ég nýti mig það alveg, en ég sé nefnilega engan missi á því að eignast ekki börn, af því mér langar ekki í þau. Og það er náttúrulega helsta ástæðan okkur ég ætti ekki eignast börn er því mér langar það ekki og mér finnst hræðilegt konsept hvað mér finnst margir eignast börn af því að það er einhvers konar svona konsept í lífinu, þú veist, þú finnið maka sem er náttúrulega af hinu kyninu, skilur, annars myndi þetta barnadæmi ekki virka, skilur, eða þetta klassíska og svo eignist þið, eru þið x-lengi saman eða ekki og farið svo að búa og svo farið þið eignast börn og svo farið þið að festa ykkur 9-5 vinnun ykkar að eilífu eftir háskólanámið ykkar. Það er náttúrulega bara eitthvað sem ég vil ekki gera, bara ekkert af þessu, skilur, ég vil ekki vinna 9-5 vinnu, ég vil ekki eiga hús, skilur, ég vil ekki eiga neitt sem tengist rútínulífi og þar leðandi verður mitt líf ekki barnvænt, ekki segja það sé ekki barnvænt fyrir annað fólk sem er tilbúið í að viðhalda rútínunu þrátt fyrir óhefðbundi líf að þá sé ég það frekar sem eitthvað sem að mun hefta mig það mikið að ég mun ekki elska lífið, skiljiði mig og ef ég elska ekki mitt líf
það er allar líkur á því ég muni smita það út á the tiny human I made, skilur 100%. þannig að ég sé mig ekki vera að missa neitt ég er meira að kannski koma í veg fyrir komandi generational trauma, skilur í staðis að vera eitthvað að missa eitthvað ef það er ekki sens. En ef við fyrir bara í hvað myndi maður græða? Hvað græði maður á því eignast barn? Svo mikla hamingju og bara hvað ég segja, bara svo mikla hamingju og sjá bara þig og kærastinn í einni mannesku. Það er ógeðslega skrítið og maður getur eiginlega ekki útskýrt það er bara svona, og eiga þessa fjölskyldar og ógeðslega gaman að koma heim og við erum bara 6 heima. Þú veist, ef við erum með nætupössunni eitthvað, Eyþór er bara heima, kærasti minn svo sagt, að þá það er ekki hljóð, það er lonely, þú veist, og ég veit það ekki, bara þessa fjölskyldu, það er bara ógeðslega gaman. Og Átt þú sjálf stóra fjölskyldu? Nei, já, einn bróðir. En þú, Agnes? Já, ég er yngst af 3 systkinum, þessi stöðum 4 í heldina. Já, Mega það ekki sens? yngst af 4 systkinum. Já, til maður sjálfa sem við þegar maður segir Já, þetta. Já, Yngst af 4 systkinum. Já, ég á 3 eldri systkin. Oh my god. Já. Geggjað, Já. Af því ég er yngst af 3. Sem sagt, við erum 3. Já. En ég var einmitt mikið örverpi, sko. Þú ert Já. yngst og þú ert elst. Ég veit ekki af hverju, já. Við erum allar eitthvað svona voða klassískar, svona típiskar eitthvað, föllum rosa inn í stereotypur. Já, ég definitely, sko. alveg 100%. En ok, já, hamingju, minni, einmannaleika Já. og eitthvað meira. Ég veit ekki, ég get ekki útskýrt það. Ég held að þetta sé bara fólk sem á börn eða veit að vill börn skilur bara hvað ég er að meina. En ég veit ekki hvað ég á að segja. En þetta er bara svona overall hamingja. Veist, ef að ég gæti ekki eignast börn, ég myndi í alvörunni, ég myndi hata lífið. Þú veist. Vá, Bara ég sterkt myndi- báltekið. Já, veist, ég er ekki að djóka. Ef ég gæti ekki eignast börn og myndi bara reyna allt og það væri bara ekki hægt, ég myndi bara ekki vera hamingjusum. Og þetta var bara draumurinn. Já. Frá byrjun. Já, Já. já. Frá fæðingu. Já, bara frá fæðingu. Þannig að, já. En var þér svolítið ögrað, svona ef við tölum aðeins að því við varum að spyrja þig út í það, þú veist, var einhver svona í kringu þig sem var svolítið svona, það, viltu einhvern veginn, eða þú veist. Ertu viss? Já. Já, ennþá í dag, sko. Já. 100%. Já. Mamma mín heldur ennþá að ég mun eignast börn, sko. Nei, Það ég eru meina svo sko, margir svona. sem að voru, þú veist, ef þú varst að segja kannski, þú veist, sem pínu lítið barn, bara svona, já, ég er lítið mamma, eða eitthvað, þú veist, Já, ég var er einhver svona sem hina. sagði, já, Nei, það, ég veit grínlega ekki einmitt hvaðan þetta kom, sko. Af því að ég man bara eftir að allir í kringum mann voru, þú veist, já, það var enginn að segja mér ég ætti ekki eignast börn, sko. Bara alls ekki. Eða ekki sem ég man allavega. nei, ég man bara eftir því að hafa verið, sko, 14 ára að passa 3 börn, 4 mánaða, 2 ára og 6 ára, 14 ára, og ég man bara, litla barnið 4 mánaða var ekki hægt að grenja og ég var bara svona, ég get ekki. Hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Það er ekkert hægt að gera. Ég svo er einhver annar sem vil leika með og eitthvað annað, þú veist. Ég var bara, hvernig getur einhver gert þetta? Þú veist, mér finnst það ræðilegt. Þannig ég man eftir því mómenti, þrátt fyrir að hafa enginn kannski kringum mig verið eitthvað svona að augra mér þannig, sko. Já, ég passaði heldur aldrei börn þegar ég á barn, sko. Ok, ég nefnilega var svo spennt fyrir því. Fyrsta vinna mín, sko. Já. Passa börn. Einmitt. Nei, ég var aldrei passað börn. Nei. Nei. Þú veist, ég er alveg típan, ég var í kringlunni og bara, oh my god, séu barnið, þú veist, Já. bara hérna. Bara sem krakki. Já, Þú bara, nei. Alls ekki, sko. þú veist bara, okkur er það að grenja. Já, ég verð svo ógeðslega auðvitað overstimulated líka. Já. Þetta eru 3 hlutir sem að ég hætti að setja í líkamann minn þegar ég fór að pæla í heilsunni. Tengt tíðavörum. Ilmefni, númer 1. Plast, númer 2. Og mikroplast. Og eiturefni, númer 3. Og fór að nota natrakir frekar en aðrar vörur. En talandi eiturefnalaus, hafið þið prófað Sonnet-vörurnar? Sem sagt hreingerningarvörurnar. Hér eru sturlaða staðreyndir Sonnet-vörurnar, en við erum að tala 100% niðurbrjótanleg innihaldsefni unnin úr jurta og steinefnum
án allra jarðefna, ensíma og sko, þeir translate þetta yfir í erfðabreyttra lífvera en ekki taka með orðinu af því að ég veit ekki, eru erfðabreyttar lífverur í venjulegum hringætingaverum I don't know, en þannig við styrst þá dætti mér í hug Tropics og ég var að sjá að Natalia Nótt eigandi nunu.is valdi nöfnin á bikiníunum í gegnum Google Maps. Hún var að segja frá sína samfélagsmiðlunum og ég mæli með að kíkja það. En talandi skemmtilega samfélagsmiðla, hafið þið skoðað vilmahome.is? Það talandi vilmahome.is, mætilboð 25-50% afsláttur af völdum verum og ég myndi sko ekki láta þetta fram hjá mig fara en ég fæ smá svona víðáttubrjálæði að skoða allar þessar flottu fyrir hjá mig af því að mér langar í allt. En næst ætla ég klárlega að næla mér í hitateppið sem að koma aftur hjá henni eftir að hafa verið uppselt mjög lengi, ekki að ástæðulausu. Þetta voru styrktaraðilar þáttarins, en talandi að styrkja, þá styrktarsjóður þáttarins Bergið Headspace. En Bergið Headspace griðastaður ungs fólks á aldrinum 12-25 ára og biðlistar eru einfaldlega of langir fyrir ungt fólki vanda og þess vegna þurfum við staði eins og Bergið. Ég hef sjálf leitað mér aðstoðar hjá þeim þegar mér leið sem mest og þurfti einhvern óháðan til að tala við eins og ég held að við þurfum öll á einhverjum tímapunkti í lífinu okkar. En ég hvet ykkur til að annarkvæmst styrkja Bergið eða hlaupa fyrir þau í Reykjavíkurmaraþoni í ágúst. Takk fyrir að hlusta þáttinn annars. Ekki gleyma að fylgja okkur á Instagram @hvortmundurfrekar. Þetta væri ekki hægt án þín og ykkar sem að hlusta þáttinn og styðja okkur og styrkja þá sem að við setjum inn og ég er svo þakklátt. En við höldum áfram. Hvað svona græði maður á þessu sem að ekkert annað myndi gefa? Hvað færið þú þessu sem þú myndir aldrei fá úr einhver öðru? Það er erfið spurning, ég veit þetta er mjög erfið spurning. Erfið spurning. Hvað ég segja? Sko það sem ég hugsa þegar ég hugsa bara lífið mitt bara þegar ég orðin kannski 70 og vinkonur mín eru kannski bara dánar eða eitthvað. Ég veit ekki, kannski ekki 70 eða bara maður veit að hittast okkur mikið. Já. Og þá komu börnin í heimsókn og það bara, og ömmu börnin og bara geðveikt. Þetta er nefnilega einmitt annað sem að ég hugsaði líka, þú veist, að því ég ígrunda þetta mjög mikið og hef ígrunda þetta síðan ég var með 4 mánaða krakkanina að passa. Core memory. Já, mjög mikið. Gleymi bara aldrei að hafa hort á þetta bara það var og ég var bara oh my god, hvernig virkar þetta? Ok, allavega þá vann ég á dvalarheimili og með fullt af gömlu fólki sem átti fullt af ættingum og það voru svo ógeðslega margir sem að voru einir þrátt fyrir að eiga risastóra fjölskyldu og þú veist, enginn kom í heimsókn eða einn kom í heimsókn mánaðarlega eða eitthvað svona og þú veist, maður sér það bara þegar maður er með þeim í 8 tíma dag að þetta er svo ógeðslega lítill partur af lífið þeirra. Ekki það ég sé eitthvað mótið með en bara þú veist mér fannst það svo sorglegt og þá var ég eitthvað svona já ok, þetta er kannski ekki alveg svona einfalt að vera bara eitthvað já, bara ef ég á börn að þá verði ég hamingjusamur að eilífu, skilur 100% ekki, maður þarf bara að rækta samböndin og nákvæmlega, já. Passa að fjölskyldan sé fjölskylda, þú veist það eru margir sem eiga bara ekkert eiga fjölskyldu en eiga samt ekki fjölskyldu, eða fatti hvað ég minna Já, algjörlega. og það er náttúrulega bara ekki planið mitt maður þarf að passa upp á að halda samböndum og allt þetta, sko þannig að það er markmið, ekki að hafa börn sem að kom ekki heimsókn til mín. Það var leiðilegt, sko. Það var alveg mjög sorglegt á horfa upp á, sko. Já, ég trúi því. Æi, greiðin. Hefur fólk reynt að sannfæra þig að skipta skoðun? Já. Hvernig gerir fólk það? Sko, mamma mín er my biggest supporter in this að láta mig eignast börn, sko. Og, nei, ok, ég segi nú ekki svo leiðis. Hún er svona bæla, sko. Eða, þú veist, hún trúir mér ekki. Skilurðu. En, já, ég veit ekki. Ég held að það sé líka bara, þú veist, hún á 4 börn, skilurðu. Erst þú eina stelpa?
Nei, Nei, ok. við erum 3 stelpur og 1 strákur. Og já, þú veist, hún nagast mikið í mér, sko. En ég held samt að engin annar, sko. Systir mín á 1 barn og svo önnur systir mín sem á engin börn heldur, sko. Við erum frekar samtaka í þessu, sko. Já, það, þið systir. Já, við erum það. Ekki að ég ætla eitthvað að fara að bá svona því hvað hún vill gera við sitt líf, skilurðu. En já, þannig að þú veist, við tengjum alveg gegnum það að vilja þetta ekki, sko. En já, ætla að sé ekki aðalega bara mamma. Svo náttúrulega svolítið erfitt að því að sko, kærasti minn, hann einkabarn. Þannig að ég að sko þurrk út bara ættlegg. Oh my. Ok. Sem alveg smá, það örugglega grínlust það sem stressa mig mest. Ekki ég skil það það vel. tengdó eru alls ekki, en ég held að þau bara veit ekki þú veist, Fyrir en núna. já Hæ, mamma, Nei, pabbi, Sverris. já, gríns. Nei, ég er stór ef að þau getur fundið podcast einhvers staðar, skilur þau eru bara, sveita fólk frá Húsavík, skilur en þannig að já, þú veist, já, en þau halda örugglega að við munum eignast börn, sko ég veit það ekki Mesta diss á sveita fólk á Húsavík sem ég heitt samt. En Nei, þau eru best, þau eru æði, ég elska þau, sko en þannig að þú finnur fyrir svona þessari pressu. Já, og svo kannski meira bara, kannski ekkert pressu frá einstaklingum, kannski meira bara svona samfélagslega pressu, sko. Eða samt, mér langar samt ekki að þetta heiti pressa, ég er ekki að segja það, þú veist, það er pressa alls þar á öllum að fylgja einhverju normi, skilurðu, sérstaklega í Íslandi, við erum bara hjarðhæðinadýr, sko. Jú. Þannig að við erum alveg hræðileg með þetta. Þannig að, já, það er kannski aðalega það, sko. Það gleymist náttúrulega að það eru fleiri kindur en fólk á Íslandi, en það kannski tengist það eitthvað. Ángríns. Nei, já, þannig að þú veist, meira eitthvað svona samfélagslegt, eins og ég segi, bara svolítið, þú veist, þessi skref sem maður á að taka og einhvern veginn, og ég held að þetta sé meira press á konur heldur en kalla. Já, náttúrulega líffræði klukkan og þetta allt. Algjörlega, og þú veist, já, þannig að það er einhvern veginn meira pressa bæði að vera foreldri, þá er miklu meira pressa lögð á mömmur, sko, heldur en pappa. Og líka einmitt það að það var mín ákvörðun eignast barn og kallarnir eru einhvern veginn bara eitthvað já, þú veist, ef þú spyrð og ég ætla ekki að laga yfir alla kallmenn þótt að ég elska að gera það þá ætla ég ekki að gera núna en þú veist, mér finnst einhvern veginn svo oft þegar þú spyrir kalla, þú veist, eitthvað svona ætla þú eignast barn, þeir eru bara eitthvað já, eða skilur já, þú veist, þeir bara pæla ekki í þessu einhvern veginn Nei. þeir eru bara, já Það er bara sure. Já, einmitt. Þeir hafa náttúrulega voða lítið þetta að segja. Já, auðvitað eru líka pælingarnir miklu minni, ég meina bara upp á líkamlega álæðið sem að fer algjörlega, þannig að það kannski hefur það eitthvað með að gera líka. Hvernig fannst þér það, þú veist, eins og að því að þú veist ólétt í svo mörg ár hvernig fannst þér það, fannst þér að því maður hefur heyrt svona konur einmitt líður eins og þau séu að leigja út líkamann sinn til einhvers annars hvernig leiðum við þetta allt saman? Sko, ég hata að vera ólétt. Það? Já, líkaminn er náttúrulega bara ekki alveg byggður fyrir börnin sem að unnustu minn býr til. Já, hann er svo risastór. Já, það eru 52 cm á milli okkar. Oh my god. Þannig líkaminn bara næri ekki. Hvað ert þú stór? 1,52. Og hann er? 2 og 4. Mitt, já. Já. Þú bara gast ekki fyndið þér stærri mann. Nei, þannig að það er líka það. Þú veist, börnin eru rosa stór og passa bara ekki beint inn í mig. Þannig að, og svo líka bara, þú veist, ég verð bara útrúlega veik og svo náttúrulega er ég búin að vera ólétt 3 svar og í fyrstu fæðingunni þá fór bara allt í eitthvað bull og líka minn er ennþá einhvern veginn að jafna sig á því en samt ólétt líka. Sko ég er ennþá að jafna mig á því. Já. Það er svo sögu. Já. Þetta er rosalegt. Getur þú sagt þannig bara í smá formi? Ég var bara að fæða dóttur mína og fór í bráðakeisara og fekk blóðtappa í lungun. Marga blóðtappa. Og þurftir að, já, einmitt. Já, var bara á gjörgæslu og alls konar skemmtilegt. Þannig að þú þurftir að fara í keisara eftir þetta, væntanlega, eða ekki? Ég fekk val með Anna Batt, sko, en hún var samt alveg svona, nei, ekki, þú veist, og ef að ég fengi að velja, ef að ég myndi velja að fæða, þá verður þetta samt bara, þú mátt reyna í 4 tíma, þú veist, bara svona eiginlega ekki reyna neitt, sko. Þannig að við ákveðum bara að fara í keisara og það er bara alls konar læknar að fylgjast með mér og ég var náttúrulega blóðþinnandi og hellinga einhverju bulli, sko. Og svo þegar maður er búin að vera 2 þá má maður ekki fæða
venjulega, náttúrulega. Þannig að þá fór ég í keisara aftur. Og já. Og hvernig gekk það? Bara vel. Mér finnst bara allt mjög gott með við fyrstu. Já, Þannig að guð. þetta er bara vel. En þú veist, ég veit alveg að margir myndu kalla þetta bara alveg hræðilegt. Þú veist, hinar 2 fæðingarna mínar. En bara draumur fyrir mér, sko. Ég fór ekki inn að gera gæslu. Ég fekk bara kannan vöknun. Þú veist, þetta var bara geðveikt. Já. Vá, getur þú ímyndað þér? Nei, ég vil ekki ímynda mér, ég ætla ekki að gera þetta. Ég veit, sko. En þetta er crazy, skilur. En ég get samt líka ímynda mér einmitt að, þú veist, að gangi í gegnum þetta, skilur, gera þetta ennþá sætara, skilur. Ég myndi allan að gera ráð fyrir því. Já, 100%. Einmitt. Þú veist, ég gerði þetta fyrir þau. Eða þú veist. Einmitt, já, einmitt. Já, einmitt. Fallegasta gjöf. Hefur einhvern tímann hugsað hvernig væri lífið mitt án barna? Já. Og hvernig væri það? Vá, ég væri búin að fara í nám. Hvað er nám? Vá, sko eins og ég langar mig að læra ógeðslega mikið en ég var alltaf föst á hjúkkunni en svo hætti ég við það eftir fæðingu dóttur minnar en já, ég væri búin að fara í nám, ég ætti ótrúlega mikinn pening, ég ætti mjög mikið, ég væri molduð, ég væri ekki með bílalán og ég væri búin að fara til útlanda og svona. Já. Ok. Hvernig var líf þitt ef að þú ætti börn? Sko, ég er nú þegar poor, sko. Þannig að ég held ekki að, þú veist, ég væri örugglega bara á götunni. Með börnin? Já, örugglega. Þú veist, ég veit ekki, ég er búin heima mömmu, skilur við. Þetta reddast alltaf, en Já, ég skil þig, sko. einmitt. Þetta er alveg erfitt. En já, ég veit það ekki. Já, ég væri pottet ekki að vinna með það sem að ég elska að gera, eins og ég er að gera í dag. Af því að vinnutímarnir okkar eru náttúrulega líka hræðilegir, skilur við. Ég vinn bara helgarkvöld, skilur við. Þú veist, talandi um að fá bussun fyrir börnin. Já. Og kærasti minn er í kvikmyndagerð og hann Já. vinnur, þú veist, 12 til 16 tíma á dag. Þannig að, þú veist, Galið já, dæmi. það væru bara eitthvað börn vannarð í einhverju tjaldi, skiluru, út á götu. Ég var ekki þar, örugglega. Þú veist, þú þyrftir að pása, skilur eins og ég Já. núna, þú veist, ég þarf bara að pása og ég er tilbúin að gera það, þú veist, minnst það bara sjálfsagt, en þú þyrftir að pása, Já. bara í nokkur ár. Algjörlega, bara 100%, sko. Hafið þið einhvern tímann hugsað, hafið þið talað um það hvort að hann ætti að pása og þú að halda áfram? Já, við höfum alveg hugsað það, en það meika bara meira sens með vinnuna hans og svona að hann sé að vinna og ég sé heima bara upp á peninga. Já. Einmitt. Þannig að, já. Peninga. Peninga. Hvað heldur að fólk miskilji mest varðandi þína ákvörðun? Ég held að flestir gerir ráð fyrir því að ég sé að taka hana af sjálfselskum hug. Ég held að flestir halda að ég sé að gera það. Að ég vilja ekki fórna mínum þægindum fyrir börn eða skiluri. Það er svona helsta svona aðkastið eða þannig skiluri sem ég fæ á það, sko. Þannig að ég held En hver er raunin? Sko, mín skoðun er að mér finnst flest allir taka barnefni, þú veist, taka þessa ákvörðun sjálfselska, skiluru. Eða þú veist, mér finnst flestir taka því þau þurfa að uppfylda sitt líf og upplifa einhverja hamingju sem er out of this world, apparently. Og einmitt, vilja fá einhvern sem heimsækja sig á elliheimilið, skiluru. Og ég hugsa, ég tek þessa ákvörðun, tel ég mig taka einmitt út frá ekki sjálfselsku, skiluru. Að ég veit að ég er ekki nóg þolmóð í þessa vinnu. Ég er bara með ofstöðnan þráð og ég veit að ég myndi búa til meira harm than good fyrir þessi börn sem ég ætti að eignast. Og svo er alls konar sem ég hugsa, þú veist, umfram það, ég hugsa ok, kannski verður þetta svolítið morbid, en hugsa ég myndi aldrei vilja eignast strák, hvað ef hann brýtur á einhverjum? Ég mun ekki geta að lifa það, ekki séns. Hvað þá ef ég myndi eignast stelpu og einhver brýtur á henni, skilurðu? Hvað ég að segja? Já, ég vissi að þetta myndi örugglega gerast, skilurðu? Eða þú veist, að því það er raunin. Og svo er bara líka ógeðslega óumhverfisvænt að eignast börn, skilurðu? Þú veist, það er líka það, þú veist, þá ertu að fá einhvern annan sem að og svo
veitum við líka ekkert hvert jörðin að fara, en þetta líka bara svona spiraling dæmi, skilur, og ég ekki að segja þetta ég vera eitthvað umhugsunar efni þegar þú ert eignast börn eða ekki, skilur. En ég náttúrulega bara búin að byggja upp minn lista, skilur, af því að það líka stanslaust verið að segja mér að ég sé að taka ranga ákvörðun, en þá svolítið byggir maður upp, sko, hérna, hver rökin manns eru, eða þannig. Já, og finnur nýjar ástæður. Já, einmitt, af því ég geti nefnt kannski 2 hluti sem ég myndi láta mig vilja eignast börn, en ég get nefnt 100 sem að láta mig ekki vilja eignast börn, skilur. Hverjir eru þessu 2 hlutir? Það náttúrulega bara konseptið að halda ættarlæknum sinum eða ættin sinni áfram, og ég náttúrulega bara væri ekkit eðlilega til í að sjá hvernig Sverrir minn væri pabbi. Ég held að hann væri yndislegur pabbi, hann myndi standa sig miklu betur heldur en ég myndi nokkuð tíma að gera. Þannig að já, ætli það sé ekki svona helsta. Já, Sverrir væri mjög góður pabbi. 100%, ekki til þólum að vera gaureldur en hann, sko. En hann líka bara mjög góður maki. Já, hann besti maki heima. Það þarf ekki vera meira en það. Einmitt. Þá hann besti pabbi. Já, nefnilega. Já. Algjörlega, sko. Út af þú nefndi þetta, þú veist, að vera besti maki saman sem besti pabbi eitthvað á baka þetta. Mér finnst það bara make sense. Ef góð maki bara góð manneskja og þá ertu væntanlega góð pabbi líka. Já. Hvernig svona ykkar dynamic heima? Af því að nú nefndirðu feminisma, þriðju vaktina, þess að það svona þriðja vaktin og þetta allt saman. Hvernig skiptið þessu? Sko, hann vinnur mjög mikið, þannig ég rosa mikið ein. En þú veist, við veknum bara mótnana og ég vek krakkana og græja þau öll og Eyþór bara farin að vinna. Stilaður staði vinnuna líka þegar við búum, hann alveg kannski 40 mínútur að keyra í vinnuna, þannig að ég græði þau öll, setja þau í leikskólan, fer svo heim og með yngsta, hugsa hann, sæki þau öll, fer heim, hugsa þau, gerir kvöldmat, svo kemur hann heim og hjálpa mér með næturrútínu og þá þau farin að sofa og ég fer að þrífa og gera föt tilbúin fyrir næsta dag. Og já, þú veist, þetta svolítið mikið bara ég núna, af því að hann að vinna og ég heima, þá svona væntanlega, en svo leið og ég fer að vinna líka, þá fer þetta meira svona 50-50, eða kannski 60-40 eða eitthvað, ég veit það ekki. En ég líka bara rosa mikið svona típa sem bara geri allt, þú veist, ég get ekki bara setið, ég bara eitthvað skrúpa eitthvað veggi og eitthvað, og hann bara með fröstunarorstu dauðans. Þannig að þetta eiginlega svolítið bara þannig heima. Ég bara eitthvað að skipuleika ykkur skápa sem skipta enga máli og hann bara ég gerum þetta morgun. Þú myndir segja að væri húsmóðir? Já. 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 Geggju húsmóðir? Já. Hvað gefur, ef við fyrir til þín Agnes, hvað gefur barnlaust líf þér sem þú vilt ekki fórna? Það er bara frelsi. Ég held að frelsi sé alltaf the top of the list, sko. Hlusta bara þetta. Já, eða skilur við. Kemst ekki burt, já. Já, og einmitt frelsi til þess að bara flippa og gera bara eitthvað allt annað. Þú veist, ég þarf það í líf mitt, skilur við. Ég get bara, ég get bara, einmitt, þú veist, ég get bara farið og sótt skóla erlendis á morgun, skilur við. Ekki bara það, þú getur líka bara að fara núna þegar þú ert búin að taka upp hér í Hagkaup með honum og verið í 3 tíma eða fattarðu sem þú kannski bara fattar ekki neitt. Já, einmitt, mundane hlutir sem að, þú veist, sem maður hugsar ekki já, aftur mér ekki neitt, sko. Þannig að, já, þú veist, frelsi og náttúrulega bara fjármagn líka, held ég. Líka að því að við erum, þú veist, eins og segi, þú veist, að því að líf mitt engin rútína, skilur við, þú veist, líf mitt og líf okkur, hvorugt okkar líf einhvers konar rútína, þú veist, við erum alltaf að gera eitthvað allt annað, þú veist, við erum kannski í þessu verkefni í 3 mánuði, svo erum við kannski bara atvinnulaus í 3 mánuði, sko, og þá enginn að fá laun, þú veist, þannig að það er líka það, skilur við, sem að skiptir náttúrulega bara öllu máli, þú veist, ég get ekkert bara, verið með einhvern krakka sem þarf bleiur, skilur við, ef ég get ekki keypt þær einhvern tímann, þú veist, að því að ég get alveg fengið mér bara, skilur við, bakaða kartöflur með bakaðum baunum í dinner, skilur við, en ég ekki fara,
Já, maður líka bara borg fyrir leikskólapláss og alls Já, konar, eða þú veist, þetta er einmitt. ekki bara bleiur, sko. Nei, ég er alltaf ekki mér enga grein fyrir kostanum á bakvið þetta, ég veit bara að þeir ógirlega dýrst. Já. Hvað myndir segja, ég heyrði þú sagðir einhvern tímann að bleiur væru mesti kostnaðurinn. Nei, ekki mesti, en mjög mikið. En ertu að spyrja mig hvað er dýrasti? Já. Leikskóli og dagmamma. Hvað kostaði það mikið? Veistu það? Sko, það er náttúrulega dýrar að vera með barn hjá dagmammu heldur en leikskóla og ég er með stráki mín hjá dagmammu af því hann kemst ekki inn í leikskólan af því hann er fullur. Barnið? Þannig ég, hvað sagðirðu? Barnið? Sér þetta góður. Þannig í leikskóla og dagmammu er ég að borga kannski 95. Samtals? Já, en þriða barnið mitt á eftir að fara Já, líka einmitt. eftir dagmammu, sko, þannig að þá verður meira. Það er sko það, Þetta er maður með er sér að fá mikið niðurgreiðslu, laun. sko. Jésús Kristur. Já, þú veist, og svo, þú veist, þetta er náttúrulega líka niðurgreiðsla, þú veist, ég er með 50% af leikskólanum og eitthvað prósent af dagmammunni líka því ég er með 2 börn, þú veist, skráðir og dagvistum. Magnafsláttur. Já, Ég það vissi er það það. ekki. Já, og svo þegar þriðja barn fer inn á leikskóla, þegar þau eru öll á leikskóla, þá er þriðja barn frítt. Nei, Nei! fokk hvað það er gott. 50% af nummer 2. Ég er bara að fá mig 3 börn. Já, útskýri mömmu þína. Þessu 4 börn. Þetta er alveg þannig, sko. Jesus. Já, Hún hugsa bara, ég kom með 2, næsta Best að sækja þriðja. Þetta er 3 fyrir 2. Nei, sko. 2 fyrir 3. Nei, veitu. 2 fyrir Nei, 3 fyrir 2. 3 fyrir 2. 3 fyrir 2, Já, já, 3 já. fyrir 2, já. Okay. En sko, ég myndar, nei, kannski dagvistun og matur, náttúrulega líka. Já, Þú auðvitað. veist, matur og dagvistun. Eru svona börn að borða eitthvað það mikið þegar þau eru svona ung? Já, Ok. já. Já, veist þessum enga veginn helgar. á það. Þú veist, þá voru þau náttúrulega ekki 8-4 einhver starf annars staðar. En þá voru þau bara morgumat og allt þetta. Þá borðaðu þau mjög mikið, örgulega meir en ég, sko. En svo þegar þau eru í leikskólanum, þá náttúrulega borðaðu þau máltíð þar og eitthvað svona, koma heim, fá smá snarl og svo kvöldmatt. Það er svo, þú veist. Guðmundur, það er svo mikið að pæli. Vá. Hvort myndi segja, að því að þú nefndir aðeins sjálfselsku. Að veri, heldur það sé líklegast að fólk haldi að þetta sé sjálfselska ákvörðun. Og þú nefndir að það eiga börn væri líklegast sjálfselsk ákvörðun. Bara við ræðum það aðeins bara stutt að því ég held að það sé svona algeng skoðun að sjálfselska sé eitthvað neikvætt, en getur verið svona rætt að bara, finnst ykkur, er það neikvætt að vera sjálfselskur? Nei, ég er ekki á því, sko, Nei. heldur. En þetta er líka, þetta er ekki eiginlega beint sjálfselska að vilja eignast börn. Þetta er meira bara, þú veist, kannski meira að hugsa þetta að ég er að gera eitthvað fyrir mig. En skilurðu, þú veist, ég myndi ekki endilega lýsa því sem sjálfselsku, skilurðu, þú veist ekki að gera þetta fyrir þinn hag, einungis þinn hag, skilurðu, ég er ekki að segja það. En sjálfselska er bara að elska sjálfa þig. Já, Þú einmitt. veist, ætti ekki að vera, auðvitað er þetta bæði að því að við gerum allt út frá okkur sjálfum. Auðvitað. Við getum ekki gert neitt út frá neinum öðrum í raun og veru og eins og ef þið hafið hort á Friends. Nei? Nei. Já. Ok. Ég er tíman greinilega. Já, þá allan það er stór umræða í einu þættinum að það sé ekki hægt að gera neitt sem er ekki sjálfselst og þá er einn karakterinn sem að lætur býflugur stinga sig og segir að til þess að hún sé cool fyrir vinum sínum og þá nefnir hinn karakterinn að hún hafi dáið út frá því að hún hafi viljað sína fram á hún var ekki sjálfselsk með því í raun og veru að vera sjálfselsk þannig að það er í raun og veru ekki hægt að finna neitt sem er ekki gert út frá okkur sjálf Algjörlega. Þannig að mér langar kannski bara svona benda á það að það er í raun og veru allt gert út frá okkur sjálfum það er bara spurning hvort þið segjum að gera því sjálfselsku eða sjálfshatri Já, gera það fyrir okkar eigin hag einungis. Skilurðu, Algjörlega, er það já, ekki? já. Að ég veit það ekki. Það er samt ekki, skilurðu, ekki endilega neikvætt að gera eitthvað fyrir sinn hag einungis. Er það ekki bara neikvætt að það hefur slæm áhrif á aðra? Ég er kannski meira að hugsa það þannig, skilurðu. Já, 100%. Þú veist, ef maður tekur þessu ákvörðun fyrir sinn hag einungis, skilurðu, af því þú veist ekkert hvernig barnið verður, skilurðu, þú veist ekki hvernig persónuleiki verður til, skilurðu. Þannig að, já. Þú veist, af því maður getur ekki hugsa innan hlut sem bara eitthvað, já, þú ert þetta fyrir minn hag og minn hag only, skilurðu. Þú veist, já. Er ég með eitthvað sens? Já, ég er alveg sammála því, sko. Já.
En mynduðu segja að það væri svona sjálfselska eða sjálfsmeðvitund? Ég veit það ekki. Er það orðið það? Ég veit Æ, það þú ekki. veist, Hvað meinarðu? bara Já. svona, þú veist, mynduðu segja að það væri, þú veist, nú var ég með eitthvað sakanætt við sjálfselsku, en svona, ertu að ákveða að gera þetta eða gera þetta ekki út frá því að þú ert meðvitaður hvernig þú vilt haga lífiðinu, hvernig þú sérð lífið í kringu þig, þú veist, þú sérð samfélagið og þess að það. Ég held að þetta sé líka, þú veist, mér finnst smá eins og þetta umræðinni sé svolítið tabú, skilur, að þetta sé actually ákvörðun. Þannig að ég held að séu líka alveg margir sem að taka þessa ákvörðun og vita kannski ekkert endilega hvað felst undir þessa ákvörðun, eða skiljið mig. Og að það sé hægt að taka einhver aðra ákvörðun. Já. Algjörlega. Og myndir þú segja að barneignir væri svona eitthvað norm sem að við kannski þorum ekki að pota í eða líta í? Já, eða bara fólk, þú veist, pæli bara hreinlega ekki í því, skilur. Ég held að sé mjög margir það sem pæla ekki í því og ég held að sé líka rosa margir sem að kannski ekkert búin að ákvæða hvort þið vilja eignast börn eða ekki og væru í rauninni bara alveg til í að eignast ekki börn en verða bara ólítar einmitt. og bara svona já, ok, whatever, eða þú veist. Já, en svona er þetta bara. Já, ég held að sé líka alveg mjög margir þannig, sko. Já, ég held að líka. Og þess vegna er þetta samtal mjög mikilvægt. Já. Að það sé, þess vegna viljum við sýna fram á að það sé hægt að fara báðar leiðir. Maður þarf bara að vera með gagnrýna hugsun í öllu og einu í þessu lífi, skilur. Það er ekki hægt að vera ekki með það. Algjörlega. Þannig að þú veist, og þetta verður oft til þess, skilur. Við búum náttúrulega bara til einhvers konar norm í þessu samfélagi, skilur. Og af því að við erum líka búin að íta svo ótrúlega mikið undir normið af heterosexual couples, skilur. Þannig að þá verður líka svo mikið halli í þessu. Af því að, þú veist, við erum sem samfélagi búin að segja að rétt sé karl og kona saman, skilur. Það séu rétt sambönd og þar leiðandi verður auðvitað hallin þannig að það er miklu fleira fólki sem er að eignast börn af því að það er fleira, þú veist, karl-kona sambönd ekki út af því að það sé endilega það sem er rétt og satt heldur af því að við erum búin að mótast þannig sem samfélag, skilur. En fyrir ykkur sem að, er að hlusta og finnst þetta áhugavert, þá rættum við þetta rosalega mikið í og Arna Magnatangs í þættinum trans fólk. Þannig að ég mæli eindreið með að kíkja það ef þið hafi áhuga á því vegna þess að þar förum við í af hverju og hvernig út frá sagnfræði það kom upp að karl og kona ætti að vera saman og þess að þar. Þannig ég mæli innilega með því. En haldið að sé hægt að vera 100% ánæður með aðra hvora leiðina? Nei, samanlega. Þú veist, eins mikið og ég elska líf mitt og ég elska börnum mín mest í heimi og ég er ógeðslega spennt fyrir framtíðinni og allt þetta, þá hugsa ég hugsa örugglega daglega bara hvernig verður líf mitt ef ég ætti ekki börn. Þú veist, en ég myndi aldrei fórna því að neitt svoleiðis, þetta er ekki það. Þetta er bara það væri líka alveg æðislegt að eiga ekki börn, eða þú veist. Og ég mun pottið hugsa þetta líka þegar ég er komin á vissan aldur eða skilur alveg bókamál að þegar að þú veist, já, allir og líka, mun örugglega hugsa þetta líka þegar að því nú eru, þú veist, fólki í kringum mig ekkert rosa mikið byrja að eignast börn, sko, ekki að mínum aldri en þú veist, einmitt, þegar allir eru og við erum tvö eitthvað hvað, vil ég ekki koma í bjór, skilur og það er eitthvað, nei, ég get ekki skilur, þá mun ég pottið hugsa bara eitthvað bara ég er út undan, eða svona, já en þú veist, af því að þetta er svo mikið í harðhöðun, skilur maður vill náttúrulega bara, við erum bara félagslega dýr við viljum bara vera með félag það er eiginlega ástæðan okkur ég hugsa, ég var alveg til ég ekki börn í smá, af því að sem eru bara eitthvað, ég var að fara í þessu tónleika, ég var að fara að gera þetta og ég bara svona, ég var með pössun síðust helgi, ég vill ekki alveg núna, eða eitthvað svona en ég hugsa þetta bara smá stund, svo er ég bara nei, þú veist, vill það ekki en það er einmitt það sem þú talar að vera svona út undan eða þú veist en þá er líka ógeðslega mikilvægt að félagskapurinn sé góður þú veist, ég er til minn félagskap náttúrulega bara best í heimi, skilur við gætum til að saman tvö að eilífu, skilur það gera allt og ekkert saman en þú veist, einmitt samt pottitt, skilur þeir eru búin að vera saman í 20 ára eða eitthvað þá eru örugglega bara, það er gaman að spjalla með einhvern annan, skilur of course já þannig að já heyrðu, þá ferum við í sammála og sammála er ekki eitthvað svona bíp 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 eða eitthvað ok frábært, sammála og sammála og þið með þess að stoppa mig ef þið eruð
ósammála, en líka ef þið viljið ræða þetta eitthvað frekar, en þið getur líka sagt bara hvort sammála eða ósammála. Að eignast börn er sjálfgefna leiðin í lífinu. Sammála. Ósammála. Ok, skemmtilegt. Barnlaust fólk fær ofta að heyra að það sé ófullkomið. Ég veit það ekki. Ég fæ allan ekki að heyra það, en ég er líka svo ung, eða skilurðu. Ég myndi Já. segja það. Já. Pottet svona, þú veist, eldra fólk, eða einhlega bara eldri konur fá pottet að heyra þetta. Já. Bara eitthvað svona, Rétt. jæja, ætlar ekki að fara, Já. þú veist, af því að þeim fólki finnst kannski í raun og veru eins og að sé eitthvað að vanta. Já, pottet. Eða bara, ég held að hugsa líka margir af hverju eignaðist hún ekki börn, eða þú veist, af hverju á hún ekki börn. Gat hún ekki eins börn? Eða, þú veist, ég held að það sé mjög mikið að þannig, sko. Móðurhlutverkið er vanmetið. Sammála. Ó, vanmetið, jú. Ertu þetta að tala um að fólk vanmeti hvað það er erfitt eða það sé vanmetið hvað það er geggjað? Hvernig túlkar þú það? Ég er sammála því að mömmur eru vanmetnar mjög mikið. Já. Það er miklu, miklu erfiðara heldur en að fólk gefur þessu út fyrir að vera. Samanlega, já. 100%. En móðurhlutverkið? Ég held að það sé ofmetið að vera mamma, skilur, þú fattar mig. Já. Já, frelsi er minna þegar maður eignast börn. Sammála. Sammála. Það er ábyrgð að eignast ekki börn. Ósammála. Já, ósammála líka held ég. Ok. Fólk eignast stundum börn á ótta við að verða eftir. Sammála. Sammála. Ok, bara því að vorum að tala um það er ábyrgð að eignast ekki börn. Já, ég veit ekki hvort ég skilji alveg. Já, sko, hérna, þú veist, ég held að þetta er svona í raun og veru, það krefst mikillar sjálfskoðunar og mikillar pælinga og að því þú veist að segja til dæmis, þú veist, börn eru til dæmis óumhverfisvæn og börn eru, þú veist, hérna, þú ert að varpa þínum kannski sjálfskoðunum og áliti á sjálfræðir og eitthvað svona á börn að, já, þetta er kannski svona spurning tengt því að hérna að það er þú ert að taka ábyrgð af samfélaginu á þig Já, ok, með þá því að er ég eignast ekki sammála. börn. Já. Já, það meikar sens. Þá er ég sammála því. En hérna, já, það er ábyrgð að eignast stráka. Já, Já. sammála. Hvað finnst ykkur bara ef við tökum það aðeins svona fyrir utan hérna, þennan söga? Að því ég alveg svona þegar konur eiga kallmenn, eða stráka, börn, þá er ég alveg svona, wow, ok, þú ert að fara eitthvað strák. Já, 3 sko. Já, hvernig hérna, þú veist, ég er alveg svona, ábyrgð. Upplifir það, þú náttúrulega eignaðist fyrsti strákurinn sem að þú varst í kringum, sonur mannsins og stjúpsonniðin er strákur. Já. Hvernig líður tengt því? Ég er eiginlega bara stressuð, ég veit alveg að ég þarf að gera eitthvað öðruvísi heldur en ég gera með dóttur mína en ég er ennþá bara að því náttúrulega þeir eru svo ungir ennþá en ég veit að ég þarf að gera eitthvað öðruvísi og ég þarf bara að passa að ég gera eitthvað öðruvísi að því ég náttúrulega vill alls ekki að einhver lendi í þeim eða eitthvað svona, veist, ég er skítrædd sko. Já. Veistu, ég nú er ekki að segja allir menn séu umlegir, þú veist en Margir, já. mjög margir, því miður og það er oft bara nett eða þú veist og það er það sem mér finnst bara ógeðslegt þú veist það er bara svona að nett að vera ógeðslega vondur við konur og vondur við fólk þú veist af því að vinirnir eru að hlæja þér eða eitthvað svona bara svo nettir þú veist það er eiginlega það sem ég er hrædd sko. Má ég fara að heyra þína skoðun á þessu, Agnes? Já, hérna, bara mjög sammála. Ég líka, þú veist, mínu upplifun þegar ég var úlingur, þú veist, ég var ekki sami krakki heima hjá mér og í skólanum, skilur. Nei, ég held að enginn sé það sko. Nei, og nú hef ég verið að kenna úlingum líka í grunnskóla, bara eins og 7. bekk. Strákur í 7. bekk. Þetta er viðkvæmasta aldurinn og þeir eru hrikalegir, skilur. Það er, samkennd er það ónettasta sem þú getur verið með. Því umlegri sem þú ert við hina í kringum þig, því líklega til þess að geina einhverju vinsændleið, skilur. Og eignast vini, marga vini. Algjörlega. Og hérna, þannig að þú veist, já, ábyrgðin liggur auðvitað ótrúlega mikið hjá foreldrum, sko.
en það samt heldur ekki hægt að leggja það á einungi stað, skilurðu. Auðvitað ekki. Og svo vill maður ekki heldur leggja þetta á skólakerfið, skilurðu, af því þau eru alltaf bara ekki með neitt í laun, skilurðu. Og það heldur ekki hægt að leggja þetta á barn að, þú veist, að vera eitthvað brautryðjandi þegar þú ert fucking 12 ára, skilurðu, í 7. bekk, þú veist, það ekki hægt að leggja það á. Þú verður alltaf að passa inn í hópinn, skilurðu. En það kemur örugglega líka svolítið uppeldi inn, skilurðu, að Ég held að uppeldi sé stærsti parturinn. já, pottit. Stærsti. En auðvitað er þetta alveg einhver svona... Já, og þú veist að ég meina þeim líði allavega illa yfir því að taka nettu ákvörðunina, skilurðu. Ég held að það sé líka lykillinn, sko. Já. Svo scary. Þetta er það. Úff, af því það er alveg ábyrgð að eignast börn, sko. En að eignast strák, guðum góður, bara fyrir ykkur sem gera, bara hatturinn er farin ofan. Ok, förum aftur í samlega. Konur eru dæmdar harðar fyrir að vilja ekki börn en karlar. Já, Sammála. 100%. Það er hægt að lifa fullkomlega innihaldsríku lífi án barna. Sammála. Ég held að þetta sé samt líka að því það myndi ekki koma mér óvart ef að þú myndi segja ósammála og ég var ekki ósammála því að þú myndi segja ósammála þótt að þú segja sammála. Já. En að því að þú veist, þetta er líka ignorance is bliss, sko. Ég mun aldrei upplifa tilfinningarna sem þú upplifir, skilurðu. Og það mun ekkert breyta því, skilurðu. Þannig að þú veist, ég skil svo mikið þann pól bara að fullu hjarta, sko. Að bæta því inn í. Nú kemur eitt sem að mér finnst mjög áhugavert og það er börn gefa lífinu tilgang. Sammála. Já, ég er sammála en það er samt ekkert endilega tilgangunum fyrir öll. Þannig að það gefur pottit vissu fólki tilgang og ég held að myndi líka gefa öllum sem eignast þau tilgang, skilurðu, en mér finnst það ekki þurfa að vera tilgangurinn í lífinu. Vel orðað. Ok, Ég er sammála, Já. Af því að ég setti pólinn á Instagram fyrir nokkrum vikum þar sem ég skrifaði eru gefa börn lífinu tilgang og það voru allir sem sögðu já. Sem eiga börn. Já, algjörlega. Jöp. Og ég bara að því ég á ekki börn þannig ég get tengt við þetta en mér finnst það svo ótrúlega merkilegt að það hafi allir verið bara já, ekki einu svona, veit það ekki það var bara, já. En ég meina þú veist líka þegar það er eitthvað svona subject sem náttúrulega bara tekur allan tímaðinn, skilurðu, þá getur ekki að fara að labba gegnum lífi bara eitthvað, þetta er tilgangslöst að gera þetta, skilurðu, það er ekki að fara að hjálpa neinum heldur. Þetta er líka bara eitthvað, ég get ekki útskýrt fyrir ykkur af hverju ég er að segja sammála, en þetta er bara, þið mun, ekki þú, en þú munt kannski skilja með einhvern mann, eða mæður. Já, einmitt. Þið sem hlustið. Skiljið mig, kannski. Mögulega einhvern mann í lífinu. Mögulega einhvern mann kannski ekki. Tilgangurinn þarf ekki að felast í barneignum. Já, þetta er svolítið það sem þú veist að segja. En ert þú sammála því, Marja? Tilgangurinn þarf ekki að felast í barneignum, já. Já, ég er alveg sammála. Ok, þá er líkir spurningar þáttarins. Hvort myndirðu frekar? Alli, take it away. Þetta er æðislega vel hennað. Ég held hann að ekki vita þetta. Ok, fyrir ykkur sem þekki ekki alla þá er hann klipparinn á þættinum og er með okkur. Hann er í hláturskasti núna. Ótrúlega vandræðalegur. Ok, hvort myndirðu frekar? Lykilspurning þáttarins er náttúrulega hvort myndirðu frekar eignast börn eða aldrei eignast börn? Eignast börn. Aldrei eignast börn. Já. En svo dýfkunnið. Ok, love. Ég vildi að vera hægt að breyta röddin minni þá hún yrði ekki að djúp. Er það hægt? Ef það er hægt að kann ég það ekki. Ok. Hvort myndirðu frekar eignast börn og missa hluta frelsinu eða halda frelsinu en upplifa aldrei foreldrahlutverkið? Og ég segi þetta aftur. Já. Ok. Hvort myndirðu frekar eignast börn og missa hluta af frelsinu eða halda frelsinu en upplifa aldrei foreldrahlutverkið? Eignast börn. Halda frelsinu. Bæn.
Sko, þú veist, þetta svolítið svona, þú veist, hvort myndir frekar upplega skilyrðislausa ást barns eða hafa fulla stjórn á eigin tíma og lífi, og ég held að við vitum svarið 100%. hvort myndir frekar sjá sjálfa þig endurspeglast í barni eða skapa þitt eigin líf án þess að bera ábyrgð á öðru lífi, og aftur held ég að þetta sé svona frekar Já. ljóst. Jep. Hvort myndir frekar taka áhættuna á að sjá eftir að hafa eignast börn eða taka áhættuna á að sjá eftir að hafa ekki eignast þau. Getum við rætt það aðeins? Já. Hefur einhvern veginn hugsað út í þessa spurningu? Þú veist, áður nú eignast börn, hugsaðirðu, ok, hvað ef ég eignast börn og ég mun sjá eftir því? Já, sko, ég hugsaði bara ef ég eignast börn og ég verð umvel mamma og mun sjá eftir því. Eða þú veist, ég hugsaði ekkit á ég að sleppa því, sko, en ég hugsaði bara svona hvað ef það verður bara umvelegt af því ég verður bara umvel mamma og þau munu hata mig eða eitthvað, ég veit það ekki. En ég ætlaði samt alltaf eignast börn, sko, þú veist. Já, af því að það var aldrei við í þínum huga. Nei. Svo fyndið. Bara kannski út af þessu 4 mánaða barni. Ég vona sig ekki að hlusta á það, hún er ekki orðin 14 ára sjálf. Nei, hún er 16 ára, hvað er góður, ég er hann svo gömul. That's crazy. Já, en þú? Já, ég vil frekar ekki eignast börn og einmitt, að ég vil ekki sjá eftir því. Þannig ég vil frekar fórna því, skilurðu. Það hafa ekki... Já, að því þú veist, maður getur aldrei verið 100% viss. Nei. Skilurðu, á hvort Nei, nei. bóin sem maður tekur. Nei. Auðvitað ekki, það er ekkert hægt. En ég held að ég sé með nógu sterk rök þeim megin til þess að vera nokkuð viss um það að ég mun ekki sjá eftir því að sleppa því eignast börn. Finnst ykkur þetta ekki smá skeri samt? 100%. Þetta er alveg skytið. Af því að þú veist einmitt, þú mynd aldrei vita hvernig það er að vera fullorðinn og eiga ekki börn. Og þú mynd aldrei vita hvernig það er að eiga börn að eilífu, amen. Einmitt. Vonandi, allavega. Vonandi, já. Einmitt. Jú, bara 100% sko. Algjörlega. Og svo náttúrulega bara er þetta einhvern veginn, samfélag alltaf að segja okkur að við séum svo mikið taking time bombs bara, ég er 25 ára maður, þú veist, ég er ákvæð með þarna, af því þetta er, auðvitað getum að tekið þessa ákvörðun næstum því sem er í lífinu, en það er samt alveg tímar með á þetta sko. Já. Þannig að þú veist, það er líka alveg skeri að einn daginn mun það fara úr mínum höndum að þetta er ekki lengur mín ákvörðun, skilurðu. Þannig að það er alveg skeri sko. Já, við getum ímyndum mér að konur sem eru komnar á þennan aldur og eiga börn, þó þær hafa ákveðið að eiga börn, aldrei börn, að þá er það samt svona einhvern veginn, ok, nú er seinasti sjans, eða þú veist. Já, en svo til þess að bæta því inni líka, ég hugsa aldrei og hef aldrei í mínu lífi hugsað að mér langi að eignast börn. Nei. Skilur, ég hef aldrei legið á kottanum bara eitthvað, ég myndi líka ekki taka, skilur, eins og bara umræði sem ég tekið á samfélagsmiðlum og alls konar svoleiðis, ég myndi ekki taka hann ef ég væri Ekki 100%. Nei, ég bara ég yrði sko svo hissa ef eftir, þú veist, 5-10 ár ég væri bara, fuck, mér langar að geða veit í börn, ég væri bara, wait a minute það myndi koma mér virkilega óvart. Já. En þannig ég hugsa aldrei, þetta er aldrei a possibility in my life. Já. Fyndið að tengdaforeldrar hennar vita ekki það. En þú veist hvað maður að gera? Heyrðu, ok, við ætlum að halda fund núna. Einmitt. Við ætlum ekki að eignast börn og þau bara, ok, flott, bless. Sko, mér skemmt að það að tekið þetta sem dæmi að því að ég er náttúrulega eins og ég segi, ég hef sagt síðan ég var 14 ára eða 12 ára að ég ætli aldrei að eignast börn og vinkonur mínar margar hafa verið bara, já, svo verður þú 25 ára með 7 börn, skilur eitthvað svona bla og ég var bara, nei, þú veist, ekki séns sem ég langi það og ég þegar ég ákvað að það væri möguleiki í mínu lífi að þá hringdi ég í foreldra mína og ég sagði fyrir ekki svo löngu síðan nota bene og ég sagði við þau ég bara láti ykkur vita þú veist, að þetta er möguleiki fyrir mér að eignast börn einhvern tímann og ég held að myndi gráta af gleði mér fannst það umulega pirrandi samt verða viðurkenna það af því að það er svo erfitt að þeir ykkur búin að segja við mann einmitt þetta er bara tímabil og þú myndir örugglega hitta rétta mannin og eitthvað svona og maður er bara svona þegiðu þú veist leiðum mig bara að taka ákvörðuna þegar ég vil taka ákvörðuna að þegar maður síðan segir þetta að það var svona pirrandi að fólk er eitthvað svona allir bara ég sagði það já, bara svona seipa og vera þú veist í sambandi með sama kyni og fólk er eitthvað svona þetta er bara tímabil og maður er eitthvað svona þegiðu og svo þú veist eignast maður
kærasta eða eitthvað já, based on a true story En ég hugsa þetta stundum hugsa ég er ég bara að vera þver skilurðu, er það skilurðu sem bara hvað, ég gæti aldrei fengið bara hvað, we told you so skilurðu, er það ástæðan stundum hugsa ég það en ég held samt vissulega að sé ekki það algjörlega, og þú veist þetta bara er ekki svona fyrir alla augljóslega, það er fullt af fólki sem á ekki börn og við sjáum það í tölum, skilur við sjáum það að fólk er að þú veist fækka, hvítu fólki er að fækka til dæmis, þú veist, fólki á Norðurlöndunum og við sjáum þetta líka Suður-Kórea er náttúrulega þær eru bara hættar eignast börn já, við sjáum þetta bara allstaðar að það, fólki er hættar eignast börn þannig að þú tekur bara kvotan er ekki bara næsta 2006 Nei, maðurinn var í klippingu heyrðu, þú er bara hætt Já, ég má að gegnum fleiri Hvað mennur þú? Bara líka minni bara búin Er það svoleiðis? Myndirðu annars, sorry ég er ekki þáttastöðum en myndirðu annars eignast fleiri? Nei, ég held ekki Vist, en ég myndi ekki samt taka ákvörðu núna meðan ég er bara hérna í djúpulöginu sko. Einmitt. Vist, ég myndi ekki gera það en eins og ég voru að segja áðan eitthvað svona, ég man ekki nákvæmlega hvað ég voru að segja en er það ekki alveg óþægilegt eins og þegar þú getur ekki eignast börn að það er svona erfitt að þegar kallinn fór í klippingu þá var ég alveg svona þetta er óþægilegt að það var tekið af mér en við ætlum samt ekki að eignast fleiri það var alveg vont það var tekið svona úr höndunum á mér en ég vissi samt alveg að ég ætlaði ekki að eignast fleiri nei. Veist, kannski einmitt bara eins og þú með börn, þú veist, ég var bara svona nei þú veist, en nei, örugglega ekki Ég hugsa líka það að ég náttúrulega veit ekkert hvort þessi frjóð ekki ángríns þannig að ég stundum hugsa líka bara eitthvað hvað myndi svo gerist ég er búin að vera með þessu möndri í mörg ár svo er ég bara eitthvað, ok, you guys ég er búin að skipta skoðun og það er bara, nei þú getur ekki, það er hræðilegt það er mjög skeri sko það er mjög ángríns ég tók alveg nokkra daga þar sem ég var í svona ekki sorg en ég var bara svona leið í nokkra daga ég bara svona, þetta er bara búið og alveg skrítið já, þetta er ekki smá sorgaferli jú, en samt líka alveg ákveð frelsi að ég er ekki að fara að vera aftur ólétt og næstu í degja aftur þannig að þetta er svona bara máttum og svo er sumir segja hérna bara varandi þetta sem þú veist að segja þú veist, sumir sem að eignast börn snemma og ég hef náttúrulega átt þetta samtali þig að það er svona kannski gott bara að klára hann að pakka og svo ertu bara orðin þetta gamallega gömul og þá færðu þig eitthvað ákveð frelsi á meðan aðrir hugsa þú veist, mér langar í frelsi núna hérna og eignast kannski börn þú veist, fertuð eða eitthvað þú veist, fyrir mér hljóma það bara eins og bara umulagt sko ég mun ángríns vera vinkonan sem fer bara að hlæja þegar vinkonan mín er 35 ára með unga barn og ég ver bara ha út á tenni bara og krakkarnir að hugsa sig sjálf þú veist, það er svona velunin mín þegar þau eru stærri fyrir að fara út á tenni já, veist, eða ég veit ekki Bali ég veit ekki Flórida eða eitthvað þegar ég er búin að fara í gegnum þennan sjó núna sem ég er í að vinkonum mér taka þetta þegar það er aðeins eldri og ég er bara búin þá en ég get hjálpað þeim þá nú veist þú allt góða þekkingu sorry, tenni hljóma bara þetta er bara mín besta markmið ekki tenni, þú veist, sem bara Sardinía æðislegt ég er með fordóma fyrir tenni ég ætla bara að koma þessu hefur þið farið til tenni? Já, einu sinni og það var sandstormur mér er ekki að fara á tenni en tenni er snill, en tenni er líka glata sko. það er bæði kannski er þetta bara Sardinía er æði hefur þið farið? Pabbi minn er Sardinía ég átti að vita þetta Piano er frá Sardinía já, einmitt nákvæmlega, auðvitað hefur farið þangað þannig ég hef farið já, einmitt, kannski farið þangað bara á stilunin og næs hljómaður á sumrin allana já, er það ekki næs á veituna? Nei, ég er bara kaldar en hér sko en já, sorry hérna þessi fordóma, tenni fordóma en hérna, þetta er bara ég á bara erfitt með eitthvað svona þegar allir fara eina leið þá langar mig að fara aðra leið þið heyrið það ég er akkurat öfugt ég fylgi bara öllu þú fylgir bara strömmnum moonboots er inn
þá kaupi ég moonboots Einmitt. og þú veist, Hefur alltaf verið svona? já Já. þú veist, en ég er samt alveg bara ef mér finnst eitthvað hræðilegt þá er ég Já, bara, já. Ég er alveg með mínu skoðun sko, en ég er samt svona eins og fyrst, mér fannst moonboots ógeð og svo er ég bara svona ok, Það er allir í þú þessu. veist, og svo þegar allir hætti að vera í þessu þá er svona, ok, þetta er kannski skrítið Einmitt. þú veist, og ég hlusta bara á tónlistina sem er á F97 Oh my god. og ég er alveg bara þarna sko. og ég á Tesla, þú veist Ég er svo þver Vá. auðvitað við þetta sko. Þið eru svo ólíkar. Oh my Já, god. ég veit. við erum svart og hvít, Já. 100%. Já. Þið eru bókstala svart og hvít. Ángríns. Fyrir ykkur sem sjá þær ekki þá er Agnes í svörtum drusluból og maður er í svona ljósgráum trakksuti trakksuti bókstala í allavega hvort myndir lifa lífið sem snýst fjölskyldu eða lífið sem snýst sjálfsframkvæmd? fjölskyldu Sko, þetta er erfið spurning. Já, Ég er... ekki fyrir Marju. Nei, kannski er red flag að sé erfið spurning af því ég er ekki mjög fjölskyldumiðuð hef aldrei verið sko en ég er samt ekki mikil skilur lone wolf heldur en þannig ég veit það ekki jú, velum maður ekki alltaf fjölskyldulíf eða skilur ég veit það ekki, Ég veit það ekki. Nei ég veit það ekki en ég vil ekki vera eini í þessu lífi skilur Nei. en ég get ekki svarað því að því ég er svo ástfangin það er hræðilegt skilur að ég get aldrei, ég vil ekki bara eyða einum degi án sveppa sem er hræðilegt, I hate men literally, þetta er hræðilegt skilur en já, þannig að þú veist já, það er svo fyndi hvað hatar kallmennur nema einhver ángríns það er rétt, Hann er æðisand. hann er bestur ég sá myndbandi eitthvað svona allt sem hann gerir fyrir mig Já. ég var bara í sjokki Ég var líka í Yndislegur. sjálfstíð og minn er yndislegur sko. já, minn líka hann er bestur, hann er alveg bestur hann er svona another kind já, hann er líka einmitt það er ekki margir svona nei, hann var alin upp á mikill samkennd þú finnur eiginlega ekki gaur sem er meiri samkennd heldur en þessi maður Og hann er frá Húsavík. já, hann er frá Húsavík nei, hann er já sem er, já Myndir, ef þú mætti gefa kallmennum tips bara svona In life. side note bara samkennd, Já. bara setið sig í spór annara það er það sem vantar ég er alveg sammálaðið bara það er bara lykillinn þú veist, að bara, já, að horfi kringum sig þetta er alltaf svolítið svona jaðarsjónin sem er þú veist, það er bara ég já, þetta er bara white man's ego sem er bara alltaf keyrandi og mér finnst bara ótrúlega skrítið að geta umgengist annað fólk nú er ég a hater, skiluru en ég get ekki, þú veist líðan annara skiptir mig öllu máli og ég er ekki að segja að það er að keyra líf mitt áfram en allar ákvarðanir sem ég tek ég í hag vonandi einhvers annars ekki bara fyrir mig já Já sko mic drop lokaspurning ef að samfélagi myndi hætta að spyrja hvenær ætlar að eignast börn heldur að fleiri myndi velja að gera það eða færri? Haldið þið? ég held að séu mjög margir eins og vorum að tala um áðan svona búin að segja vilja eignast börn og þurfa bara svona að prove them wrong ég held að séu mjög margir í því já eða kannski ekki, ég er náttúrulega þekki enginn sem er hann en ég held að sé alveg, ekki margir ég held að sé alveg nokkrir sem eru svona búin að segja ég ætla ekki eignast börn og þurfa þá bara að standa við það til þess að fá ekki svona ég vissi það, ég sagði þér það að því það er alveg vond held ég sko Já. óþægilegt já, einmitt, já, ég veit það ekki ég held að það hafa alveg þú veist, bara í öllu einu meiri upplýsing skiluru, náttúrulega ákvarða það að hlutinni breytast skiluru þannig að já, þú veist, og bara með TikTok skiluru, bara ég var alltaf einmitt, ætlaði aldrei ekki spöld en ég var ekki eitthvað að básuna því sko en svo finnum maður bara sína algoritma skiluru að þá, þú veist, já þannig ég held að sé alveg, býtu, hver var þetta spurningin? býtu am I tweaking eða? Ef að samfélagi myndi hætta að spyrja hvenær ætlar að eignast börn þú veist, Já. heldur að fleiri myndi eignast börn eða færri myndi eignast börn Já, einmitt ég veit það ekki Nei ég veit það ekki Já, þetta er svolítið flókið þú veist, að vita sín mörk með að hvað maður á að
mikið að spyrja annað fólk álit og pælingara því að já, ég segi samt alltaf ég tilengi mér réttin til þess að hafa rangt fyrir mér og skipta skoðun. Einmitt. Þannig að sama hvað ég geri að þá vil ég alltaf geta 100% farið alla leiðir sama hversu ákveðin ég á einhverju máli algjörlega. Af því að ég held að maður sé bara algjör asni að maður gera það ekki sko. Mér finnst bara ömurlegt að tala um fólk sem það fast á skoðunni sinni að það sé ekki tilbúið til að hlusta á neina annars skoðunni sko. Já, gagnrýn hugsun bara lykill, skilur, maður verður að vera með gagnrýna hugsun. Já. Algjörlega. En áður en við hættum þetta voru seinustu spurningum minnar. Eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri fyrir fólk sem að hlusta? Já. Nei, bara ef þið langar ykkur spönn og þið langar ekki, þá bara gera það ekki. Já, bara gæta þess að maður sé að taka þessu ákvörðun fyrir sjálfan sig, þú veist, og bara á báða vegu, með eitthvað, það sjálfsögska og ekki skilur, þú veist, að bara þú þarft ekki eignast börn fyrir einhvern annan, heldur en sjálfa þig, ef þú vilt. Nákvæmlega. Þetta sem loka setningu þáttarins. Kannski þetta bara ekki spurningum rétt eða ránt, heldur bara spurningum svona heiðarleika gagnvart sjálfum sér. Hvort myndirðu frekar og af hverju? Við heyrumst í næsta þætti og takk kærlega fyrir að hlusta. Þá getur næst. Iconic!